Við göngum í 3. mál á dagskrá og leggjum frá fundargerð borgarráðs frá því 7. september. 7. desember fyrirgefiði, fundargerð borgarráðs frá því 17. janúar og berum upp 22. lið sem gjaldskrá fyrir hundaeftirlit. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þann lið vilji gefi merki. Einhverjir á móti. Það samþykkt með 9, 5 hjásetum og 6 hjásetum. Já. Við leggjum fram fundargerð borgarráðs frá því 24. janúar og þurfum að bera upp 22. lið sem kosning varamanns í umhverfis- og skipulagsráði og þá lagt til að Reynir Sigurbjörnsson taki sæti Kjartans Dúe Níelssonar sem varamaður í umhverfis- og skipulagsráði. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Einhver á móti. Það samþykkt samhljóða. Við leggjum fram fundargerð borgarráðs frá því 31. janúar og berum upp 22. lið sem samstarfssamningur 2013 til 2015 varðandi hjálparstarf kirkjunnar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Einhver á móti. Það samþykkt með 14 atkvæðum gegn 1 og fulltrúi Vinstri grænna boðar bókun undir þessum lið. Við berum upp 24. dagskrárlið sem bygging nýrrar slökkviliðsstöðvar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Einhver á móti. Það samþykkt með 5 hjásetum. Þá leggjum við fram 25. lið sem gjaldskrá slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Einhver á móti. Það samþykkt með 6 hjásetum. Já. Hún var samþykkt með 15 atkvæðum gegn 1 á móti. 14 segir fyrirgjöf, 1 var á móti, fulltrúi Vinstri grænna, samþykkt með 14. Enginn hefur kvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við förum í 4. dagskrárlið og leggjum frá fundargerð forsætisnefndar frá því 1. febrúar, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá því 11. og 25. janúar, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá því 14. janúar, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá því 16., 23. og 30. janúar, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá því 16. janúar, fundargerð velferðarráðs frá því 17. janúar. Það enginn kvatt sér hljóðs undir þessum lið. Jú, gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég áskil að leggja fram svohljóðandi fyrirspurn. Á síðasta fundi borgarstjórnar 15. janúar var lagt fram svar borgarstjóra við fyrirspurn undirritaðs frá 4. september 2012. Fyrsti liður fyrirspurnarinnar hér lagður fram að nýju, þar sem fullnægjandi svör við henni ekki að finna í svari borgarstjóra. Í fyrirspurninni var meðal annars spurt heildarbyggingarkostnað við Hörpu og tengd mannvirki á núverandi verðlagi og óskaði eftir sundurliðuðum upplýsingum áfallinn kostnað, svo sem vegna lóðakaupa, jarðvinnu, sjófyllingar, byggingar, glerhjúps, gatnatengingar, torgerðar, lóðafrágangs, bílastæðahúss og svo framvegis. Þrátt fyrir að spurningin sé orðin með skýrum hætti, virðist borgarstjóri einhverra hluta vegna hafa misskilið hana, því í svari hans einungis gert grein fyrir þeim byggingarkostnaði sem til hefur fallið eftir yfirtöku verkefnisins árið 2009. Óskað eftir að úr þessu verði bætt og skýr grein gerð fyrir öllum byggingarkostnaði við húsið frá upphafi hverju nafni sem hann nefnist. Þá fulltrúi Sjálfstæðisflokks lagt fram fyrirspurn og henni vísað inn til borgarráðs. Takk fyrir þetta. Það liggur ekki fleira fyrir þessum fundi. Jú, bókun fulltrúi Vinstri grænna, gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúar, ég vil lesa bókun borgarfulltrúa Vinstri grænna vegna styrks til hjálparstofnunar kirkjunnar sem hljóðar svo:
Borgarfulltrúi VG lagði til á síðasta fundi borgarráðs að þjónustusamningur styrk til að veita ráðgjöf til þeirra sem leita til hjálparstarfskirkjunnar innanlands verði ekki endurnýjaður og umræddir fjármunir inni til velferðarsviðs til að efla faglega ráðgjöf þjónustumiðstöðva borgarinnar. Tillagan var felld með 6 atkvæðum gegn 1 og því tilgangslaust að flytja tillöguna aftur hér. Borgarfulltrúi VG áréttar að tæplega 9 milljóna króna styrkur borgarstjórna til hjálparstarfskirkjunnar vekur furðu þegar álag á þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar fer stöðugt vaxandi og fjárþörfin mikil. Að mati borgarfulltrúa VG ættu þeir fjármunir sem ætlaðir eru til félagslegrar ráðgjafar að renna til félagsþjónustu borgarinnar en ekki til hjálparstarfs á vegum trúsafnaða. Þá hefur fulltrúi Vinstri grænna lokið við það að lesa bókun undir 3. dagskrárlið. Mér ljáðist það að bera undir borgarstjórn að vísa fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins inn til borgarráðs. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að taka til máls. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég óska eftir að tjá mig aðeins þessa málsmeðferð. Ég óska eftir því að þessari fyrirspurn verði ekki vísa til borgarráðs, heldur þegar að svar kemur vonandi við þessu, þá er það bara kynnt hér á vettvangi borgarstjórnar. Borgarstjórn er æðsta stjórnvald í málefnum Reykjavíkurborgar. Hér sitja 15 borgarfulltrúar. Það sitja ekki allir borgarfulltrúar í borgarráði og mér finnst mun eðlilegra að svara fyrirspurninni á þeim vettvangi þar sem hún kemur fram í stað þess að vísa henni eitthvað annað, til dæmis til undirnefndar eins og borgarráð er. Og ég sit ekki í borgarráði, ég er að vísu varamaður þar, en minnug þess hvað kom fyrir síðast þegar ég lagði fram sjálfa fyrirspurnina. Ég lagði hana fram í september og síðan var henni eitthvað svarað í október í borgarráð með þeim hætti sem ég tók ekki eftir því. Nú svo það var bent á síðasta fundi, þá var hún bara lögð fram snarlega hér í borgarstjórn og ég þakka fyrir það. En það er rétti vettvangurinn. Mér finnst að það þurfi að ræða eitthvað vel í forsætisnefnd ef að borgarfulltrúi sem ber fram fyrirspurn í borgarstjórn getur sem bara búist við því henni sé svarað í borgarráði. Ég vil bara henni sé svarað á þeim hinu sama vettvangi og kynntu þar, en þannig að maður þurfi ekki að fara að fylgjast með rauninni fleiri ráðum með maður situr í. Biðum að forseti taki þetta til góðfúslegra athugunar og það búið að leggja hana fram og finnst bara æskilegt að henni sé svarað hér. Þá ber ég það upp fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að vísa fyrirspurninni til borgarráðs. Þá er borgarfulltrúi Daði B. Eggertsson óskað eftir því að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég styð málsmeðferðartillögu forseta en það er sjálfsagt að verða við því að leggja hana sérstaklega fram í borgarstjórnum leið og hún er komin fram í borgarráði, en það er svona einn vinnandi vettvangur, þannig að það er eðlilegt að vinna hana þar, leggja hana fram þar og síðan í borgarstjórn í kjölfarið. Þá leggur forseti til að fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins verði vísað til borgarráðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Björk Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi. Einhver á móti? Það er því samþykkt. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og honum er slitið 18:25. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.